Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Þeir eru margir sem telja að blaðamennska sé hreinlega við dauðans dyr og fjölmiðlar í þeirri mynd sem við höfum þekkt þá langt skeið séu til dæmis viðkvæmari fyrir því að flytja sérstakt erindi siglaðandi fölsku flaggi í stað faglegrar hlutlægni. Fjölmiðla vantar peninga, eldsneytið á vélarnar, auglýsingafé ratar á landi og það gengur rólega að skapa aftur þá breytingu í íslensku samfélagi að almenningur sætti sig við að ein besta leiðin til að viðhalda fjölmiðlun á Íslandi gæti verið að greiða einhvers konar áskriftagjald eða styðja einkarekna fjölmiðla. Blaðamenn eru orðnir hálfgert aukaatriði í aðgerða áætlun stjórnvalda, sagði Þórhallur Gunnarsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri fjölmiðla Sýnar, fyrrverandi ritstjóri Kastljós og fyrrverandi dagskrárstjóri RÚV og ég veit ekki hvað og hvað, þegar Logi Einarsson menningarmálaráðherra kynnti fyrir jól. Svokallaða aðgerða áætlun í málefnum fjölmiðla og varðar styrki og umhverfi þeirra. Og við tókum eftir því að Þórhallur var ansi beittur og harður og hann hafi varið einhverjum vikum í að svona nýta tímann sem fór í hönd þarna til að ræða hve veikum stóðum fjölmiðlun og blaðamannska stæði á landinu og hann með ýmsar athugasemdir og hann komin hingað að Rauðabólan. Vertu velkomin, Þórhallur. Takk kærlega fyrir það. Mér langar að byrja á að spyrja þig áður en við förum í svona það sem þú hefur að segja helst. Hvernig nennirðu að taka svona slag vegna þess að við þekkjum það báðir að maður óhringar sig innan gæsalappa með því að hjóla í stjórnvöld hvers tíma og svona, bíjar sig út með harðri gagnrýni og þá getur vinunum fækkað tengslin sem að maður hefur byggt upp, þau geta rofnað og það hefur oft verið sagt að best sé að steinhalda kjafti á Íslandi einkum þegar þú ert ósáttastur. Í fyrsta lagi þá hef ég nú ekki stóra áhyggjur af því að tengslaneti mitt rofni þó að ég hef skoðanir á gjörðum stjórnmálamanna. Í fyrsta lagi er ég að gera athugasemdir við verk og hugmyndir en ekki persónar og ég er ekki að draga einstaklingana fram og tilbaka í háði eða gera lítið úr fortíð þeirra eða hvort þeir séu góða manneskjur eða slæmar. Málefni en ekki menn. Já, og það eigum við náttúrulega bara ástunda. En varðandi þetta, af hverju nefndi ég þessu? En þess að ég veit betur. Ég er búinn að starfa í fjölmiðlum í 27-8 ár. Ég hef verið í rekstri fjölmiðla í stóran hluta þess tíma og þess vegna veit ég hvað ég er að segja. Já. Og það sem ég finnst kannski sorglegt við þetta er að blaðamannafélagið stendur ekki bara blákalt með blaðamönnum. Blaðamannafélagið er farið að berjast fyrir því að fjölmiðlar standi betur að vígi með einhverjum fjármunum frá ríkinu. Það þýðir í rauninni að þú ert alltaf að reyna að færa pening til eigenda fjölmiðla og vonast til að hrynja á borðum þeirra einhverju mólar til blaðamanna. Já. Og það sem hefur sýnt sig þegar 36% hafa farið úr stéttinni undanfarnum árum en þrátt fyrir það er ríkið að borga einhverja 500 milljónir til fjölmiðla. Blaðamannafélagið segir að það hefur líklega farið fleiri ef að þessi styrkir hefði ekki komið til og ég er bara ekki sammála því vegna þess að þessi peningar eru ekki að fara beint í blaðamennsku eða fréttamennsku eða beint til dagskrárgerðar fólks. Þeir eru að fara í ákveðna hringrás inn í þessu umhverfi vegna þess að það er svo margt sem hægt er að
flokkundi ritstjórnar kostnað. Má ég þá skjóta inn í, þú hefur nefnt, það ekki sem dæmi í þessu samhengi ofurlaun til dæmis ritstjóra Morgunblaðsins? Til dæmis og þeir eru einhvers staðar með á bilinu, ég veit ekki, 140 milljónir á ári og bara í því samhengi Mogginn fær 100 milljónir í styrk. Já. Það sem ég finnst kannski sorglegast við þetta er að ef að þessi peningur færi beint í blaðamenn. Ég er ekkert persónulega hrifinn af svona styrkjum yfirleitt. En ef þið færu beint í blaðamenn þá væri vald blaðamanna meira. Það væri erfiðari fyrir fjölmiðil að losi við hann vegna þess að þá væri hann að missa peninga. Já. En við erum bara búin að sjá það að á undanförnum mánuðum er búið að reka fjöldan allan af blaðamönnum en samt er verið að styrkja þessa miðla. Og eftir að Logi leggur þetta fram, þá hafa náttúrulega verið uppsagnir, reyndustu blaðamenn og sumir segja bestu moggans, fengu nú bara goodbye. Já. Og þetta var eiginlega svo ósvífið. Já. Vegna þess að skömmu eftir þessar hugmyndi komið fram og búið er að ákveða að þarna fari 550 milljónir til fjölmiðla og upphæðinni síðan hækka upp í 800 milljónir, þá er bara reyndu fjölmiðlafólki sagt upp. Já. Og mér finnst þetta eiga að minnsta kosta vekja einhverja áhyggjur hjá Loga, hvort að peningur sé að renna á þá staði sem að þeim er ætlað. Og þarna hefði ég líka vilja að formaður blaðamannafélagsins hefði bara komið fram og lýst yfir einhvers konar afstöðu. Já. Af hverju eru peningarnir ekki að renna til blaðamanna sem eru hennar skjólstæðingar? Ertu með einhverja tilgátu eða skýringu á því hvers vegna formaður blaðamannafélags Íslands virðist bara harla ánægð með stöðu mála og með þessa styrki og með þær breytingar sem hafa verið boðaðar eða viðhald þessa kerfis? Ég held hún sé ekki ánægð í grunninn. Ég bara hreinlega trúið ekki. Þau keyrðu hins vegar á þessa hugmyndafræði fyrir nokkrum árum að fá ríkstyrki. Pínlítið til að því að þau voru leið á þessari umræðu að RÚV tæki svo mikið til sína auglýsingum og sáu að þau myndi ekki breyta því, þannig að ég held að þau bara breytt taktík. Og þau fundu viðmiðanir frá Norðurlöndunum þar sem að verið er að styrkja einkarekna fjölmiðla, en þar eru kröfurnar og reglurnar miklu skýrari. Það er meiri, meira gagnsæi að þeir renna í blaðamennskuna sjálfa. Já. Og ef við bara hugsaum það er ekki til fréttamiðl án blaðamanna. Nei. En blaðamenn geta staðið án fréttamiðls. Leikhús er ekkert án leikara. En leikara geta starfað án leikhús. Og þetta er það sem við höfum snúið þessu við. Við erum farin að styrkja rekstur til dæmis á fjölmiðli sem að heldur út í prentsmiðju. Þrátt fyrir hans í bölvuðu vesenni með þessa prentsmiðju og að öllu líkindum eru blaðamenn að gjalda fyrir vondan rekstur þar. Ef við horfum aðeins á eigendur fjölmiðla, af hverju viltu eignast fjölmiðla? Í fyrsta lagi þarf þetta að eiga nóga peningum. Oft er það þannig að menn eru búnir að græða pening einhvers staðar annars staðar og nokkrar að fara að gera eitthvað skemmtilegra. Og það er voðalega gaman ábyggilega að eiga fjölmiðil og lappa bæinn og monta sig af því. Svo kemur að því að fólk í stjórnmálalífinu eða viðskiptalífinu það fer að svona setja einhvern þrýsting á fjölmiðil sem að hefur svona kannski ekki gengið hart fram. Og þá fara þeir mögulega í þennan eiganda fjölmiðilsins. Og þá fer þetta að verða aðeins minna gaman. Vegna þess að hann fer einhvern veginn átt sig á að hann er eigandi fjölmiðil sem er að gagnrýna eitthvað fólk sem hann vill vera í vinfengi við. Þannig að hann fer mögulega að beita sér innan hús og segja þurfum við að vera svona leiðilegu við þennan og eigum við ekki aðeins að vera næs hérna megin og
þurfa alltaf að vera með sér læti, þetta er svo mikið vesen. Það hljómar mjög kunnurlega. Þetta er svona og þetta er óþægilegt fyrir þá. Þá langar bara að labba bæinn og vera með þetta vald að eiga fjölmiðil. Þar til að valdið kemur einhvern veginn í andlitið á þeim að einhver ætlar að segja við þá bara fyrirgefðu þú þú að fara að beita valdiðinu fyrir okkur. Og svo byrjar þessi goggunaröð og þarna þarf sterka ritstjóra og sterka blaðamenn til þess að standa gegn þessu. Og ég vildi eru ritstjórnir mjög sterkar gagnvart þessu, en þá geta menn farið að beita öðru valdi. Skrúa fyrir pening, reyna að þrýsta á með öðrum hætti að ritstjórnir veikjast. Og aðgangshörðu blaðamennir eru jafnvel látnir fara vegna þess að þeir eru óþægilegastir af öllum. Gömul saga ný og mögulega þægilegast að vera með fjölmiðil sem er ekki með læti. Já. Eða þú vitir allavega fyrir hvað stendur og það búið að ákveða. Og þessna segi það, sko, það svo mikil ábyrgð að eiga fjölmiðil. Já. En þú verður líka að skilja út af hvað fjölmiðlar ganga. Já. Og sjaldnast eru eigendur fjölmiðla með þekkingu á hvernig fjölmiðlar eiga að virka. Og þeim finnst eitthvað. Og þeir fara að hafa einhverja skoðanir sem að verða til úr einhverjum svona þeirra kreðsum, þessum eigenda kreðsum. Og ég bara ansið hræddur að þetta sé farið að lita of mikið fjölmiðla, en ég fer ekkert ofan af, við eigum fullt af frábærum blaðamönnum og frábæru blaðafólki og fjölmiðlafólki. Og ég hefði viljað persónlega að því við erum búin að vera í væli í rosalega mörg ár, væla yfir því að stéttin sé að deyja og blaðamennska sé að deyja og eitthvað slíkt. Ég held reyndar ekki. Ég held hins vegar að blaðamennska sé að fá nýjan farveg. Hér erum við í fjölmiðli sem heldur út í dagskrá 5 klukkutíma á dag og gerir það vel með umræðu og viðræðu með bara fjöldan allan af fólki. Ég veit ekki hvað þið fáið mörg 100 manns til ykkur á mánuði. Og þetta held ég að sé einhvers konar framtíð, að gott fjölmiðlafólk finnur sér farveg þar sem það ræður sér meira sjálft. Og þá fyrir við að tala rekstrarformið, jú, það er dálítið harkalegt, það dálítið töff, en mögulega það betra á endanum þegar að gott fjölmiðlafólk kemur saman af þeirri hugsun einnig saman að reka fjölmiðl af sin eigin kunnáttu og getu. En mér þykir svo sem, ég get ekki sagt annað, mér þykir vænt hlýleg orð, gagnvart samstöðinni, en sko, það virðist vera í þessar aðgerðaáætlun að fréttir og fréttatengt efni einhvern veginn beint að það leikur ennþá vafi á því finnst ritstjóra samstöðurnar Gunnari Smára hvort við erum styrkhæf vegna áherslu á fréttir og fréttatengt efni og kröfur það segir þarna í þessu plaggi kröfur tiltekin fjölda blaðamanna og ritstjórn og daglega útgáfa miðlun frétta, kröfur að fréttir séu fjölbreyttar og efnistök fjölmiðla hafi breið og almenna skírskotun. Það verður kannski ekki alveg séð að það sem að þú sæir fyrir þér sem eitt helsta ansvarið og vaxtarspróta fjölmiðlunar sem við erum að gera. Það verður ekki alveg séð að við það ekki alveg ljóst að við séum styrk tæk vegna allra þessarar frétta. Þú veist. Sko, nei, og það nú alveg hræðilegt ef að það óljóst. Ég held reyndar að það ætti að vera fólki ljóst, að þið ætti að vera styrkhæf undir þessu, en eins og ég segi, ég meina, nú þarf Logi bara að útskýra það og blaðamennafélagið fallið undir þessa skilgreiningu. Sko, að flytja frétt getur verið í alls konar formum að taka viðtöl
vegna þess að fréttamaður býr ekki til frétt og segir hana, hún yfirleitt byggð á einhverju, hún byggð á einhverjum gögnum, hann finnur hann ekkit upp hjá sjálfum sér og oft þetta líka út frá erlendu fréttaveitum og annað og hver og einn síðan að taka jafnvel fréttir frá öðrum og byggja á þeim og kalla í viðtöl einhver mótsvör eða eitthvað slíkt, þannig að þetta stór heimur það sem alls konar sjónum eða koma fram í ólíkum miðlum. En ef maður skjóta inn í núna, ég heyrði Jakob Bjarnar Gretarsson, blaðamann á Vísi bara í spjalli við Þóran Hjartarson einn pælingu daginn, eiginlega bara lýsaði yfir að þetta ætti að vera fréttastofu styrkir en ekki fjölmiðla styrkir og blaðamennsku styrkir. Í fyrsta lagi hefur Jakob Bjarnar sagt að hann sé á móti bara almennt þessu styrkjum og ég tek alveg undir með Jakobi. Þessi styrkir hefur bara einhver reddinga því hún ennir ekki að taka á stóra vandanum. En fréttastofu styrkir, þetta í þessum breytta heimi fjölmiðlunar ætlarðu þá að fara að einhvern veginn að tróða þessu yfir í eitthvað form sem að var fyrir kannski 15 árum en hefur bara breyst. Ég veit, ég hlustaði svo sem ekki á viðtali við Jakob Bjarnar en ég held að hann sé svo litið að tala út frá Vísi og fréttastofu Stöð 2 eða sínar og það eru bara miðlar sem að standa ennþá alveg ágætlega sterkir en það staðreynd, það búið að vekja þá. Já, það annað sem getur gerst þegar bjargirnar verða minn og minni, blaðamönnum stórfækkar, þú talaðir þriðjungsfækkunina sem hefur orðið á skömmum tíma störfin hafa sumpart aðeins breyst, þetta veltur náttúrulega svolítið á tíðaranda og það eitthvað nytsama sakleysingja í bransanum núna í stað þess að áður höfum við helst hampað mikilvægi gagnrýninnar, róttækrar eftirlits og aðhalds blaðamennsku, ekki satt, varðhundshlutverkinu og það sem ég óttast núna þegar menn eru farnir að segja ég á skilið styrkin ekki þú að það til marks hörkuna hver nýðir skóna öðrum, þetta eru takmarkaða bjargir, veikir einkareknir fjölmiðlar, flestir sem eftir standa. Nú förum við að klóra augun hver úr öðrum við þessi fáu sem að stöndum uppi og freistnivandinn að flytja frétt sem gegn einhvers konar siðferðiskompás, sjámanni eða eitthvað, að flytja skakkafrétt, að ganga erinda einhvers segir það ekki sjálft að sá freistnivandi hann eykst, þannig að það alvarlegt mál að fjárhagsstaða einkarekinna miðla sé eins slæm og hann á sama tíma og Ríkisútvarpið bæði með belti og axlabönd og ég spurði áðan út í Sigríði Dögg, formann blaðafélagsins, hvað þú teldir að væri á bak við hennar ástöðu sem hann lýsir yfir ánægju. Ég held að það sé hennar RÚV bakgrunnur og ég held að séu allir þessir félagsmenn blaðamannafélagsins sem áður voru í sérstöku félagi fréttamanna RÚV en eru núna kannski orðnir hryggjastykkið í blaðamannafélaginu. RÚV var að mega gríðarlega vel við una. Þú sagðir að auglýsingadeildin þeirra væri helsti sigurvegari þessara nýjustu tillagna og starfsmenn RÚV mega gríðarlega vel við una en þú bara fyrirgefur orðalagið mér sýnist að við hinn getum bara restina af okkur, það liggi bara fyrir að við munum lepja dauðan svolítið og skil. Í fyrsta lagi ég vil sterkt RÚV og vandinn þegar að menn að klóra augun hver og öðrum að það verði einhver sigur ef að RÚV veikist. Það það versta. Vegna þess að RÚV verður að sterkt, við verðum að vera með sterkar fyrirmyndir, við verðum að vera með þessa breidd og við eigum ekki að fagna því að RÚV standi veikar. Ég vil sjálfur hafa öflugt almannaútvarp svo það sé sagt. Svo bara spurning þetta rekstrarform. Ég held að það verið 2010 þá voru mikil átök auglýsingar RÚV og þetta, að mínu mati, þá var í dagskrárstjóri RÚV. Að mínu mati fannst mér þetta líka trublandi. Við vorum að skera
dagskrá og skera niður þætti og eitthvað slíkt. Og ég veit að við hefðum orðið betri fjölmiðl án auglýsingarna. Hins vegar var þetta partur af sjálfsaflafé og hitt að vera með auglýsingatekjur skapa okkur líka fjarlægð og frá stjórnvöldum að fara út úr þessu hótana umhverfi að það ætti að lækka nefskatt ef við höfum okkur ekki sæmilega eða eitthvað slíkt að þarna höfðum við þó þetta svigrúm að auka auglýsingatekjur til þess að koma til móts við einhverja svona skerðingar og svo hótun lá alltaf einhvern veginn í loftinu frá stjórnmálunum þannig að þess vegna hef ég ákveðna sympatíu gagnvart RÚV í þessu umhverfi að þetta skapar ákveðið frelsi. Finnst þú að fara vel með forréttindi sín í dag? Já, ég stakk upp á þeir reyndar við þáverandi útvarpsstjóra Pál Magnússon að við skildum eiga frumkvæði. Við vorum þá með 1500 milljónir í auglýsingatekjur að við myndum fara í 1200 milljónir og senda bara þau skilaboð út draga úr afli auglýsingadeildarinnar, lækka kostnað við að sækja auglýsingar og ef við myndum setja okkur þetta þak þá mátum við það þannig að þegar við vorum svona að reikna þetta saman að við myndum nokkuð auðveldlega að fá 900 milljónir í tekjur. Við þyrftum aðeins að sækja næstu 300 en það offors að sækja mikið meir en það. Þá þarf það að fara að beita herdeild auglýsinga fólks til að sækja það. Þannig að við komumst að þessu samkomulagi en því miður þá kláraðist það ekki. Og þarna hefði ég haldið að hefðu átt frumkvæðið að því að setja þetta þak að það hefði svona slakað á þessu offorsi í sókn auglýsinga. Sko, það sem verst við þetta og kannski að því að ég hef í sjálfu sér aldrei stundað að gagnrýna aðra fjölmiðla þó ég hef verið framkvæmdastjóri fjölmiðla Sýnar þá fór ég aldrei í þennan leik að reyna að tala niður RÚV eða einhver aðra vegna þess að fyrir mér var þetta alltaf þannig ég ber ábyrgð á þessu rekstri. Ég í þessu umhverfi. Þetta umhverfi búið að vera hérna lengi frá því að ég kom inn í það og þegar ég kem inn í það þá voru samfélagsmiðlar, þá eru erlendu streymisveitunar komnar inn á markaðinn. Það eina sem ég vildi að stjórnvöld gerðu væri að samræma bara reglur streymisveitur innlendar og erlendar. Þannig að það væri sama krafum textum á erlendu streymisveitunar og annað í þeimtur. Þannig að lagaumhverfi væri bara í jafnvægi. Ég var á móti þessum styrkjum, ríkisstyrkjum og einfaldlega vegna þess að mér fannst það ekki leysa eitt eða neitt. Mér finnst vont þegar að fjölmiðlar orðnir háðir stjórnvöldum og mér finnst vont þegar að fjölmiðlar síðan farnir að sparka hver í annan og segja og reyna að dæma hver fjölmiðl og hver ekki. Þá virðist tilgangi stjórnmálamanna vera náð að skapa enn meiri ólgu innan umhverfisins og fólk farið að vinna hvert gegn öðru, sparki RÚV eða sparki Sýn eða sparki Samstöðuna og kannski það tilgangur alls að vera með óljóst umhverfi og flókið og láta fólk vera bara hérna í þessum sandkassa að kasta sand í augun hvert öðru. Ég veit það ekki. Sjálfur hef ég aldrei skilið flækjur eða flókna pólitík eða einhvern svona refskap. Fyrir mér snýst þetta allt sterkar ritstjórn að því að þú varst tala að fjölmiðlar væru jafnvel orðnir veikir og síðan var einhverjir pésar sem að auðvelt væri að kannski að veikja eða kaupa til fylgilags eða sleppa einhverjum fréttum eða eitthvað slíkt. Ég segi bara þetta alltaf ábyrgð ritstjóra. Þetta eru nokkrir ritstjórar í landinu, þeir eiga bara að vera tilbúnir að svara fyrir allt sem að miðillinn gerir. Þeir get ekki falið sig á bak við neitt. Góðir, sterkir, öflugir ritstjórar, við þurfum að kalla þá fram að svara fyrir
ef við teljum svo að einhver fjölmiðl sé á mála hjá einhverjum. Bara fínt að þeir komi þá og segi, já, við styðjum útgerðina eða við styðjum ríkisstjórnin eða eitthvað slíkt. Það bara miklu hreinna. En Já, við erum alltaf bara með eitt blað, sögðu. Forsíðan á því núna, hún tengist Evrópu og Evrópu erindið, núna er blaðið að vinna gegn allri mögulegri aðild okkar að ESB og það hefur verið yfirlýst af hálfu ábyrgðarmanna blaðsins aftur í tímana. Það einn tilgangur með starfsemi Morgunblaðsins að hampa útgerðinni og vernda hagsmuni útgerðarinnar er annað erindi. Þetta er ekki leyndarmál, það vita allir að svona þetta. Þetta er náttúrulega í sjálfu sér mjög vond staða að vera í eftir að Fréttablaðið féll. Sko, við erum bara með eitt blað og það er með agenda og nú myndu segja, já, en ég veit samt að það eru margir góðir blaðamenn þarna sem eru faglega ég er ekki að fara í það, og ég veit það líka en eiga síður. Sko, í fyrsta lagi hef ég engar áhyggjur hvort það sé eitt dagblað eða ekkert dagblað. Nú? Dagblað er í rauninni bara úreltur tími. Ertu viss? Já, sko, ég held að engin ung manneskja lesi dagblað eða fletti dagblaði. Ég held ekki. Kannski eru þau betur læs eða færu dagblað. Nei, sko, netið, þú lest á netinu og flesta fréttir og þú getur verið með langa fréttskýringar á netinu. Sko, ég held að formið sé ekki stóra málið og það gildir reyndar bækur líka eins og mikill bóka áhugamaður og ég þá finnst mér innihald bókarna skipta meira máli heldur en hvort það kom út í kilju eða einhverju slíkum. Bara það að við fáum efnið til okkar í hvaða formi sem er og þegar við sko, það er alltaf grunnur í öllu. Fréttamennska og blaðamennska hefur alltaf ákveðin grunn. Það er bara ákveðin grunnelement. Formið er annað. Það er bara tækni. Hvort að þú birtir stuttafrétt eða langafrétt eða fréttaskýringu eða eitthvað slíkt. Og það getur vel verið til dæmis að RÚV verið ekki línulegt eftir 5 ár en þú getur samt sótt fréttaskýringaþætti inni á viðmót RÚV. Þannig að það er aðalega að við getum nálgast efnið en ekki endilega hvenær það birtist og í hvaða formi það birtist. Þannig að ég hef ekki stórar áhyggjur af hvort þessu 3 dagblöð eða ekkert dagblöð. Það eru bara aðri tímar. Það eru samt vinnubrögðin sem að gera blaðamennsku að fæi. Já, en þá er það að tala um formið. Blaðamennska getur verið jafngóð á netinu og í prentuðu dagblaði. Jú, en ég ætlaði að bæta við að ef við erum sammála það sem við örugglega erum, að það sem einkennir góða blaðamennsku eru ákveðin vinnubrögð. Það sem þú fylgir ákveðnum reglum, þú ert að ná í hina hliðina og þú átt að reyna að gæta jafnræðis, öll sjónarmið komið fram og svo framvegis. Að ef traustið gagnvart því dvínar, til dæmis hjá miðli eins og Morgunblaðinu, ef einar blaðið sem er á markaði, ef við hættum að svona, hvað maður að segja, bara lesa fréttir blaðsins öðruvísin að skrútinera þær með krítiskum hætti og trúum þeim ekki, þá mylur það líka undir annarri blaðamennsku. Sú er mín skoðun. Og þá verður bilið á milli þess sem hrópar á internetinu hæst og bullar bara og svo aftur faglegra hæfra starfsmanna sem starfa á fjölmiðlunum. Það verður styttra í huga almennings og enginn veit að lokum hvað er satt og logið, hvað er góð blaðamennska og hvað er bara rugl. Ok, ég er bjartsýnn á þú. Sko, í fyrsta lagi að ég tala um formið. Að vera með prentsmiðju sem mögulega bara tapar á hverju ári bitnar mögulega á blaðamennum. Vegna þess að það fyrir ómikil peningur í rekstur á einhverju skrimsli sem er mögulega orðið úrelt. Það sem ég vil fá er meiri pening inn í laun til blaðamanna en ekki reksturinn og umgjörina. Þar eru við heldur betur sammála. Já, og þess vegna segi ég, það er hægt í dag
með allir þessari nútímatækni miklu einfaldari uppsetningu á stúdíóum, klippivélum og mixerum og öðru slíku í hljóð og mynd að stofna fjölmiðla. Veikleiki fjölmiðla í dag að það eru margir sterkir blaðamenn farnir úr stéttinni, margir efnilegir inn í stéttinni en þeir þurfa góða fyrirmyndir og þess vegna segir ritstjóri lykilmanneskja að ala upp gott fréttafólk, hvernig það sækir, hvernig það vinnur fréttina og elur einhvern veginn á þessari forvitni, þessari löngun til að sjá allar hliðar máls. Það getur vel verið að einhver miðill sé á móti ESB eða standi með einhverju, þá er bara fínt að það sé ábyrjandi. Við eigum að vita að ef við erum þokkalega læs á fjölmiðla að ritstjórn Morgunblaðs það og það er bara fínt að það blasi við okkur og þá lesum við miðilum með þeim augum. Ég horfi á samstöðuna með ákveðnum augum því það ákveðin afstaða í fjölda fólks sem að hefur skoðanir á einhverju og oft veljiði kannski inn fólk sem er kannski svona nær félagshyggju hugmyndum heldur en hörðum kapitalistum, þeir eru færri hjá okkur. Þannig að það er einhver afstaða. En fyrir mig að horfa á þetta með þeim augum gera verkum að ég les alla fjölmiðla, ég fylgist með öllum fjölmiðlum. Ég verð að treysta mér til að leggja síðan mat á heildina sem kemur út úr þessu. Og hitt og það kannski veikleiki fjölmiðlana, svona stóru fjölmiðlana, það andlitsleysið. Það fjöldi fólk sem að skrifar alls konar greinar og þú veist ekki hvaða fólk þetta Þess vegna eru hlaðvörp og minni fjölmiðlar að verða svona sterkir út allan heim vegna þess að það eru einstaklingar sem koma fram og taka viðtöl eða segja frá sem þú treystir, sem að þú hefur trú á að segja þér sem bestan sannleika. Sko, ef við tækjum allt í einu þig út úr þessu setti og settum bara einhvern út í sætið þitt, þá myndi afstaða áhorfandans breytast. Þá myndi hann hugsa með sér, ég treysti Birni til að spyrja spurninga af þekkingu og reynslu, en þessi dútt sem situr ég tengi ekki við hann. Og mögulega þyrfti sá dútt að sitja í kannski 1, 2, 3 ár til þess að ná trausti fólks. En það þetta sem ég segi, við þurfum að viðhalda trausti á blaðamönnum og ritstjórum en ekki konseptinu fjölmiðli eða einhverju lógói sem kalla sig fréttamiðl. Við þurfum að skynja þetta út frá vinnubröðunum og það þess vegna sem að mér finnst svo mikilvægt að formaður blaðamannafélagsins gagnrýni uppsagnir á blaðamönnum og leggi sig fram að ef að þau eru að biðja styrki frá ríkinu að það fari í blaðamennskuna sjálfa og gleymum því ekki að blaðamaður hann skapar svo mörg störf í kringum sig. Þess vegna skil ég ekki af hverju við erum að styrkja til dæmis tökumenn eða eitthvað slíkt og með fullri virðingu fyrir því þá það blaðamaður sjálfur eða fjölmiðlamaður sem skapar störfin í kringum sig. Aðrir eiga ekki erindi ef að blaðamaðurinn ekki á staðnum. Það þess vegna sem ég finnst að blaðamannafélagið eigi bara að tala blaða og dagskrárgerða fólk. Það hlutverkið, en ekki að tala að sem mestir peningar fari til árvakus eða sínar eða heimildarinnar eða eitthvað slíkt. Ég bara finnst það galið. Svo sumir sem halda því fram að sko í svo styrkja umhverfi sé svolítið verið að rugla saman sko bara svona félagslegu mikilvægi landsbyggðarmiðla og aftur sko kjarna blaðamennsku sem þurfa að vera í öllum samfélögum og það mjög margar skoðanir á lofti
ef þú hefðir verið Logi, getur þú aðeins bara svona nefnt, rúllað yfir það Já. hvernig þú hefðir sem sagt hérna ráðstafað fjármunum og hvaða skilyrði til þeirra. Þótt ég viti það og þú hefur sagt mér að þú ert í rauninni ansnúin þessu kerfi, en það er kannski skárra en ekkert fyrir sjóma. Já, í einföldsmynd þá hefði ég sett þak á auglýsingatekjur RÚV og ég hefði hækkað framlagið og gert 10 ára samning við RÚV með tryggu framlagi, sem sagt að nefskatturinn væri tryggður og það væri ekki hægt að hrófla við honum eftir því hvaða ríkisstjórn væri hérna við völd. Þannig að það væri fyrirsjáanleiki fyrir RÚV varðandi tekjur þeirra. Og af því að þú væri að setja bara þetta þak og segjum bara að það væri 1500 milljónir og ekki endilega króntala, það getur líka verið bara sko prósenta af upphæðinni sem að RÚV fær árlega í gegnum nefskatt. En þessi 12% leið þarna af auglýsingatekjum? Já, það var 1200 milljónir reyndar sem ég fórum, sem setti þakið á. Já. Er það vondleið? Nei, já, er það tannu 12% leiðin hans? 12%. Hún er galin, sko. Hún er galin. Vegna þess að það ýtir undir að RÚV þarf að fara að sækja tekjur fyrir aðra. Það ýtir undir það að auglýsingum fjölgar á RÚV vegna þess að pressan kemur frá öðrum náið í meira af tekjum sem þýðir það að þeir sem tapa mest eru hérna fjölmiðla og dagskrárgerðarmenn sem að í rauninni eru sko það er verið að brjóta allt upp með auglýsingum og því minna af auglýsingum RÚV því betri verður miðillinn. Hann verður yfirburðamiðill án auglýsinga. En ég ætla að samþykja það að það skipti máli að vera með einhver auglýsingar RÚV upp á svona tilkynningar og í kringu stóra viðburði að einhverjir svona aðilar komi sína á framfæri inn í þeim miðli, sérstaklega því að línuleg dagskrá er að veikjast hjá flestum miðlum nema kannski í kringum íþróttaviðburði eitthvað slíkt. Þannig að ég ætla að samþykja það og þess að segja, það er bara þak og þetta er bara 2 leiðir. Það eru hérna, það er nefskattur, 10 ára samningur og þak á auglýsingar. Og jafnvel að það sé einhvern veginn hugsað að það fari minnkandi sem sagt til lengri tíma. Þetta skapar RÚV þetta öryggi þá að þau verði bara að standa sig í rekstrinum vegna þess að það sem ég finnst líka sérkennilegt með RÚV er að þau fara alltaf upp í þakið og það segir þér enginn fyrirfram að RÚV eigi að kosta 9 milljarða á ári. Þau bara fara þangað og auðvitað þarf það apparat að fá aðeins meira aðhald og jafnvel endurskoðun á rekstrinum. En ég vil að RÚV verði áfram sterkur fjölmiðill, sterkur fréttamiðill og ég held reyndar að það séu óendanleg tækifæri þar miðað við það fjármagn sem þau hafa. Þau þurfa bara aðeins að greiða úr eigin svona skipulagi og þau geta gert miklu meira en þau eru að gera. Já. Óðinn Jónsson og fleiri fyrrverandi starfsmenn Ríkisútvarpsins á umliðnum árum hafa setið hér við rauðaborðið og svona talið að markaðsöflin innan RÚV hafi haft betur og betur sko. Og þetta sé ómikil slagsíða að ná í tekjur og hérna það er ákveðin hætta sko. Hyggur þú að nú þegar í rauninni auglýsingadeildur RÚV er búin að fá á sig aukinn hvata til þess að djöfla sem aldrei fyrr, hyggur þú að það taki með beinum hætti möguleika einkarekinna fjölmiðla á að fá auglýsingar? Sko, ekkert endilega. Ég held og ef ég að því að nú er ég búin að tala um RÚV og sko fyrir 4 árum
þá var ég framkvæmdastjóri með fjölmiðla sínar og lokaði fréttaglugganum. Já. Og það var mjög jákvætt skref. Vegna þess að það sem gerðist að þó áhorf hefði minnkað, þá jukust áskriftatekjur. Já. Vegna þess að fólk vildi vera áskrifandi að fréttan hjá okkur. Já. Það sem gerðist annað var að Vísir var stærsti vefmiðlandsins vegna þess að fréttirnar sem að voru lokaðar annars inn á stöðinni fóru inn á Vísi og voru þá sem nýjar og ferskar fyrir þá sem voru ekki áskrifendur. Auglýsingatekjur og Vísi jukust gríðarlega mikið á þessum tíma þrátt fyrir að auglýsingatekjur í kringum fréttirnar hefðu lækkað. Og hver var saldóin? Var þetta plús eða mínus? Þegar allt var tekið? Þegar allt var tekið var þetta verulega plús vegna þess að þegar í venjulegu árferði þá var stöð 2 féll stöð 2 yfir sumartíman af því að fólk fór í sumarfrí og þá sagði það upp stöð 2. Þarna var stöðuleiki yfir ári af því að fólk vildi ekki segja upp stöð 2 með fréttunum yfir sumartíman. Það vildi halda þeim. Þannig að fréttir stöðva 2 voru aðdráttarafl og fólk vildi kaupa áskrift af þeim. Og þess vegna fannst mér mjög sérstakt þegar menn ákvaðu að opna gluggan aftur og að því að við, meira sér þegar við lokuðum glugganum, þá náðum við að auka auglýsingatekjur líklega 30% á 2 árum. Að því að við gerðum þetta takmarkaðri auðlind. Það var Vísir og það var í kringum sportið og við tókum meira þessu auglýsingar af streymisveitunni. Þannig að við fækkuðum auglýsingahólfunum en þau eru verðmætir vegna þess. Það sem þau gerðu núna að þau eru búin að opna fyrir of marga auglýsingaglugga og bestu tekjurnaðin eru áskriftatekjur. En það fall ekki á einni nóttu. Þær tínast í burtu og svo koma aðrir inn. Í auglýsingum þá það þannig að ef þú treystir einhverjum auglýsingatekjur þá getur það fallið á einni nóttu bara eins og COVID eða kreppa eða eitthvað slíkt. Það bara fara allir auglýsendur strax í burtu og þá stendur eftir gersamlega nakin. Áskriftatekjur eru bestu tekjur sem hún færð. Það eru líka, og það sem gerðist að þegar við lokuðum þessum glugga þá upplifðu blaðamenn ákveðið frelsi. Af því að eina fólkið sem þið þurftu að sanna sig fyrir voru áskrifendur. Það var fólk sem að keypti fréttina vegna þess að það trúði á blaðamenn. Ekki vegna þess að einhver auglýsandi var að kaupa í kringum þessa fréttir að þeir svona voru meðvitaður að ævi með nú ekki vera vondi við hagkaup. Þeir eru svo stóru auglýsendur eða eitthvað slíkt. Trúnaður blaðamanna við markop lá alveg skýr fyrir. Algjörlega. Og þess vegna segi ég það. Ef að við getum byggt upp áskriftarmódel og við þurfum ekki endilega að styrkja fólk til þess, við verðum bara að vera góð og mótsvar okkar við erum að kvart undan TikTok og samfélagsmiðlum og erlendu streymisveitum og eitthvað slíkt. Okkar power að vera með íslenskt efni og auka það og verða betri í því. Fólk vill sjá íslenskt efni af öllu tagi og mér finnst það eins og við séum líka að pakka saman og svo ætla ég bara að segja það. Veist þú, þegar við erum alltaf að tala að fjölmiðlar standi höllum fæti rekstrarlega, veistu það? Já, ég veit það vegna þess að það voru 2 sjónvarpsstöðvar, Hringbraut og N4. Það eru báðar farnar á leik, Fréttablaðið, einn stærsta fréttastofa og einn stærsti vinnustöður landsins í fjölmiðlun farinn. Jú, það spretta upp ýmis svona einstaklingsframtök og podcast og svoleiðis og mögulega þessi stöð hér til og eins vinsæl eins og raun ber vitni með kannski 40-50 notendur samanlagt í útvarpi og sjónvarpi á hverju viku vegna þess að hinar breiðu stöðirnar féllu eins og Fréttablaðið. Það kann að vera. En hvað varstu mikið inn í rekstri Fréttablaðsins vegna þess að
að mínu mati var Fréttablaðið átti það möguleika að fara í áskriftir. Það var það sterkt Já. að það hefði mögulega farið í áskriftir, mögulega mist einhver auglýsingatekjur en fengið lojal áskriftatekjur. Og það fannst mér mjög vont að Fréttablaðið lét ekki reyna á. Já, ég get tekið undir það og ég held að það sé rétt hjá þér. En það leiðir okkur kannski að mikilvægast spurningunni kannski sem við tæknum þá hérna í lokin. Við erum að tala um Vísi. Já. Ætti vefur eins og Vísir að vera lokaður? Ætti ég að þurfa að borga 2000 kall eða 1500 kall eða 1000 kall eða 500 kall á mánuði fyrir að sjá allar þessar fínu fréttir, hardulega blaðamanna sem vinna frá móti kvölds og jafnvel hérna nóttina líka við að hérna uppfræða okkur hinn og skemmt okkur? Fyrir 4 eða 5 árum þá fórum við þá vegferð að búa til innskráningu á Vísi og fyrsti liðurinn í því var innherji og það tók smá tíma, þetta smá gimmick. En við lögðum í þessa vinnu vegna þess að við ætluðum síðan að halda áfram þessu innskráningaferli að þegar þú ferð inn á Vísi þá skráir þig inn og þá þetta orðið þinn Vísir. En þá hann þinn Vísir að þýleitin til að ef þú ert áskrifandi að enska boltanum þá fengjur þið innan Vísis mögulega mörk úr leikjum og eitthvað slíkt. Þannig að þú fengir þjónustu miðað við áskriftir. Og þarna var möguleikinn að einhver borgaði síðar meir. Við vorum ekki það var svona í framtíðarplönunum að vera viðbúin því að ef heiminu þróaði sig einhver átt að við ættum möguleika á að rukka 500 kall fyrir aðgang að fréttunum og öðru slíku. Mér skilst að þetta hafi allt bara verið lagt af og Vísir nefnilega og á möguleika verða algjör framtíðarmiðill en ég held að fólk þarna hafi einhvern veginn ekki hort á hvernig hann geti þróast í rétt átt og hitt að ástæðan fyrir ég spurði þig, veistu hvort að fjölmiðill er hérna að leipa döðinu skeil eða ekki. Þegar þú ert með svona samsteypu sem eru fjölmiðlar og fjarskipti og risastórt hús og alls konar umbúnað og fólk á háum launum og mikla yfirbyggingu, þá veistu ekki að því að það birtast ekki tölur hvernig reksturinn á fjölmiðlunum eða fjarskiptunum. Og þegar þú ætlar að fara að sækja peninga til stjórnvalda, þá segir ekki við þurfum að laga hérna mastur upp á heiði, getum við fengið styrk í það? Það öllum drullusami með eitthvað mastur upp á heiði. En þegar þú stillir Magnúsi Hlyn upp og einhverjum blaðamönnum sem okkur þykir væntum og segir, ef við fáum ekki styrkin þá þurfum við mögulega bara að pækka hérna fréttastofunni, þá hrærir í stjórnmálamönnum og fólki. En að fjölmiðlar sem velta 20 milljörðum sé að eyða þessari orku í að ná í 100 milljónir er ekki af því að þeir eru að berjast fyrir blaðamennsku. Það bara ekki. Þeir eru bara að krækja í alla peninga sem þeir ná í, en það engin skuldbinding í þessum peningum. Þeim drullu sama fjölmiðla og fjölmiðla fólk. Og það þess vegna sem ég vil að formaður blaðamannafélags stígi sterkar fram að tala fjölmiðla fólk hvar sem það er. Ekki að tala fjölmiðla fólk. Hvar sem það er. Þetta eru áhrifamikil orð. Og nú fæ ég með smók. Já, og þetta þú ert í rauninni að segja að maður eins og ég, sem tala eins og ég sé mögulega undir áhrifum einhverja ranghugmyndar þegar ég legg mat á það hvort rekstrar umhverfi blaðamanna sé glatað, að kannski séu það bara þeir sem greiða okkur launin og eigendur fyrirtækina sem að það hagnist þeim að við tölum eins og við tölum. Mögulega og hugsaði það að í öll þessi ár erum við búin að tala blaðamennsku þannig að
þetta sé eitthvað svona hugsunastarf og það séu bara sérstakar típu sem fari í þetta og maður verður bara fátækur á því að starfi í þessu umhverfi og hvern laðar eru inn í starfi með þessu? Nei, ég veit það. Það er mjög góða punktur, sko. Og ég segi bara, ég vil að rekstur miðlana sé gegnsæri, að við sjáum betur hvernig þeir standa og þá sjáum við líka betur hvort að það sé alltaf auðveldasta leiðin að halda niður í fólki vegna þess að það er búið að telja blaðamönnum sjálfum trúum að þeir séu baggi á fyrirtækinu. Já. Og það er það ömurlegasta sem þú gerir við allt fólk. Þetta eru frábæri punktar. Heyrðu, ég hef þetta að fá þig fyrr í spjall en nú þegar ert komin einu sinni þá kemur örugglega aftur. Ég bið þig að koma oftar. Kæra þakki fyrir að koma að rauðaborðinu, Þórhallur. Takk fyrir mig. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.